þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir og byrja hugleiðslubænina. Þegar þú ert tilbúin, þá máttu bara koma þægilega fyrir, hvort þú situr eða liggur og þú dregur djúpt inn andann. Og þegar þú blæst frá, þá finnurðu að þú ert þegar búin að loka augunum og þú ert komin í djúpa, þægilega slökun, afslöppun og ró. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Guð. Ég þakka þér fyrir að þú talar í gegnum mig. Í Jesú nafni verði þinn vilji. Þú veist hvað hvert og eitt okkar þarfnast hér og nú. Í Jesú nafni. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að sleppa tökunum og treysta. Treysta Guði. Treysta Jesú. Og þú finnur að þú slakar ennþá meira á. Og þú finnur að það kemur traust inn í hjartað þitt. Og það kemur friður inn í hjartað þitt. Og Guð setur nýja trú inn í hjartað þitt núna. Og það er trú sem að veitir frelsi. Og það er trú sem að veitir mátt. Og það er trú sem að veitir lækningu fyrir þig. Og ég ætla að byrja því að þakka þér Guð. Takk Jesús fyrir að lækna mig. Takk Jesús fyrir frelsið sem að þú hefur gefið mér. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér allt ánauðar ok, öll skurðgoð og öll hjáguð, alla hjáguði. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér þetta núna Drottinn og ég þakka þér fyrir að þú fyrirgefur þessu, að þú læknar þetta, að þú tekur þetta burtu frá mér fyrir fullt og allt. Og ég ætla að biðja þig núna að tengja þig við hjartað þitt. Það segir í orði Guðs, varðveittu hjartað þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Og ég ætla að biðja að ímynda þér hjartað þitt, þetta andlega hjartað eða orkuhjartað eins og ég stundu kalla. Og ég ætla að biðja að sjá það fyrir þér í huganum. Hvernig sérðu það? Hvernig líður hjartanu þínu? Hvernig er það á litinn? Og ég ætla að biðja að segja við hjarta eftir ég sé þig hjarta. Fyrirgefðu. Ég fyrirgef þér. Ég elska eins og ert. Og ég treysti þér. Og ég trúi því að þú sért algjörlega heilbrigt, hreint og læknað. Þú finnur léttinn í hjartanu þínu. Og í Jesú nafni opna ég dyr hjarta míns fyrir þér, Jesús, fyrir þér, ljós, og ég hleypi þér inn. Og ég hleypi þér inn í djúp hjarta míns, inn í hvern einasta krók og hvern einasta kima í hjartanu mínu.
Af því að þú, Jesús, ert hjarta mitt. Af því að þú, Drottinn, ert lífið mitt. Af því að þú, Drottinn, ert efst í hjarta mínu. Í Jesú nafni set ég þig, Guð, ofar öllu öðru í mínu hjarta. Og það er ekkert annað sem er fyrir ofan þig, Guð, eða við hliðina á þér, Guð. Það er bara þú og þú ert efst og þú ert fremst og þú ert fyrir framan mig og ég elti þig. Og ég gef þér skilyrðislaust leyfi, Drottinn, til að skipuleggja hjarta mitt, til að skipuleggja hlutverkin, til að leiðrétta og lækna og leysa. Af því að þú, Jesús, ert endurlausnarinn. Þú, Drottinn, ert réttlætið mitt, trú mín og traust mitt. Þú ert friðurinn minn. Þú, Jesús, ert kærleikurinn minn. Og þú, einn, Drottinn, ert heilbrigði mitt og lækningin mín. Í Jesú nafni stíg inn í frelsi þitt. Af því að þú frelsaði mig. Af því að þú ert frelsi mitt. Og ég er frjáls. Í Jesú nafni þá brotna allir hlekkir, öll bönd og öll meðvirkni af þér og þínu hjarta núna. Þú ert frjáls frá öðru fólki. Þú ert frjáls frá mat. Þú ert frjáls frá tilfinningunum. Og þú ert frjáls frá öllu í þínu ytra umhverfi og þú reiðir þig algjörlega, fullkomlega á Guð einan. Og hjarta þetta er fullt af ljósi Guðs. Og núna ætlum við að eiga persónulega stund með Guði, hvert og eitt okkar. Og ég ætla að biðja að ímynda þér að þú leggist í ljós Guðs og Guð umvefur þig, heldur utan þig
og þú finnur hlýjun hans og kærleikann og ástina. Og hvort sem þú vilt bara hvílast í hans fangi eða fara með bæn eða hlusta eða segja honum hvað liggur á hjarta eða eitthvað annað, þá ætlarðu bara að eiga þessa stund með Guði. Hér og nú. Og Guð segir slepptu. Slepptu takinu á þessum jarðnesku hlutum og haltu fast í mig. Leitaðu mín fyrst og fremst og ég mun sjá fyrir þér og ég mun sjá til þess að þú hafir allsnægtir og nóg af öllu öðru. Og Guð fylli bikarinn, yfirflæðandi allsnægtir. Og þú ert sonur eða dóttir konungsins hins hæsta. Þú ert konungborinn og átt heima í ríki Guðs. Í konungsríki Guðs. Og Guð fyllir hjarta þetta frelsi. Og þú ert frjáls í Jesú nafni. Þú ert engu og engum háður eða háð nema Guði. Og ég ætla að biðja að bara fylla hjarta þetta gleði Guðs. Gleðin er svo stórkostleg orka, stórkostleg kraftur sem að kemur frá Guði. Og
Og þú ætlar að taka ákvörðun frá hjartanum að hlæja oftar og hlæja meira og hlæja lengur og hlæja hærra. Og bara hlæja rosalega oft og rosalega mikið. Og hlæja svona hlátur þar sem að maginn hristist og þar sem að aðrir byrja að hlæja í kringum þig bara þegar þú varst að hlæja. Og í hvert skipti sem þú hlærð þá finnurðu að Jesús er við hlið þér og er að hlæja með þér og gleðjast með þér. Þú finnur að Guð er búinn að vinna stórkostlegt verk innan með þér í dag og hann ætlar að halda áfram að vinna í þér og með þér. Og þú ert eftir að finna þessa stórkostlegu tilfinningu, frelsistilfinningu sem kemur frá Guð. Þú ert eftir að finna sterkt fyrir henni, sérstaklega næstu dag og næstu vikur. Og þú finnur að þessir jarðnesku hlutir, annað fólk, það hefur ekki lengur neitt valdi yfir þér. Að þú ert algjörlega frjáls frá þessu. Að Guð einn hefur valdi yfir þér. Og það er stórkostleg tilfinning. Og þú ert líka eftir að finna fyrir því að þú hlærð meira, brosir meira, ert glaðari. Og þegar þú ert tilbúin þá máttu draga djúpt inn andann og bara leyfa þér að koma hægt og rólega tilbaka. Og þegar þú opnar augun þá finnur þú eitthvað magna hefur gerst innan með þér og þér líður stórkostlega vel, mjög vel.